Jesus told us these very simple things that we know very well. Þetta einfaldir hlutir sem að við þekkjum vel og Jesú kendi okkur þá. The most important thing is to love God with all your heart and soul and mind. Það sem skiptir mestu máli elska Guð af öllu hjarta og öllum huga. This is the secret of all healthy relationships. Þetta leyndardómurinn og lykillinn að öllum heilbrigðum samböndum. That we first focus on His amazing love for us. Að við einblínum fyrst á kærleika Guðs til okkar. And then we worship Him who is the source of all love. Og svo tilbiðjum við hann sem uppspretta kærleikans. And the second commandment is like it. Og annað boðorðið þessu líkt. Show this kind of love that God has shown you to everyone you meet. Sýndu þennan kærleika sem að Guð hefur sýnt þér til allra annara sem verða á vegi þínum. And then he says something very interesting for Adventists. Og svo segir hann eitthvað sem mjög áhugavert fyrir aðventista. He says all the laws and the prophets hang on these two commandments. Hann segir á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. So he's saying that we need to have a peg that says love God. Hann segir að við þurfum að hafa elskið Guð. And a peg that says love others. Og elskið aðra. And when they're secure, then we can understand what the law and the prophets mean. Og þetta grundvöllurinn af því að skilja lögmálið og spámennina. Because they find their context when they hang on love. Af því að við skiljum samhengið lögmáls og spámennina þegar við skiljum kærleikan. And God invites us to be channels of His love into the lives of everyone around us. Og Guð býður okkur að vera að streyma kærleika til annarra í kringum okkur. In the Garden of Eden, God said, you know what? It's not good for man to be alone. Og í aldingarðinum sagði Guð, það ekki gott fyrir mannin að vera einan. Or woman for that matter. Eða konu. But she wasn't there then. En hún bara var ekki þar. And even though Adam could see God face to face. Og þó að Guð gæti sé Guð augliti til auglitis. He lived in a perfect world. Og bjó í fullkomnum heimi. Zero stress. Engin streita. God said, you still need another human being. Þá sagði Guð samt, þú þarft á annarri manneskju að halda. Because when we each experience God's love, we can pour it into each other's lives and strengthen the community. Af því að þegar við höfum Guð í okkar hjarta, þá getum við styrkt samfélagið með því að sýna kærleika til annarra. And my husband, Bernie, I am the most important person to channel God's love through to my husband. That's not very clearly said, but... Já, og ég á mann sem heitir Bernie, og ég sú manneski sem best til þess fallin að sýna honum kærleika Guðs. Because as his wife, I'm the person God has entrusted to show him his love, this love. Því sem eiginkona hans, þá hefur Guð falið mér það ábyrgð að sýna honum kærleika. Everything we do in a relationship will either strengthen it or weaken it. Og allt sem við gerum í sambandi við annan eða aðra mun annarkvort styrkja sambandið eða skaða sambandið. Because if you do nothing, you will also weaken it. Og það ger ekki neitt, það veikir líka samband. And the more caring connections we make with somebody else, og því fleiri umhyggjusamar tengingar sem að maður býr til við aðra, the less likely they are to have a conflict with you. Því ólíklegra það myndist átök eða spenna. Because what is behind most conflicts is a feeling of insecurity or resentment in a relationship. Af því að það sem liggur á baki flestri togstreitu í samböndum annarkvort biturleiki eða óöryggi. So love has many dimensions. Og það margar hliðar á kærleikanum. And Paul talks about these in his letters. Og Páll talar þessar hliðar kærleikans í bréfum sínum. And you can tell because he says, do this for one another. Og hann segir, gerið þetta fyrir hvort annað. When Paul says, do this for one another, this is an important way to build community and show love. Og þegar hann segir þetta, sýni hvoru öðrum þetta, gerið þetta við hvoru aðra, þá getum við
Síðan þetta hlutir sem eru heilbrigðir til uppbyggingar á góðum samböndum. So love comforts when we're sad, accepts us when we make mistakes. Já, kærleikurinn hann huggar þegar við erum leið, hann svona samþykkir eða svona, já, þegar accepts when we, Make mistakes. já, þegar við gerum mistök. It shows kindness or affection, Hann sýnir ástúð appreciation. og metur af verðleikum, It gives focused attention to the other person, gefur fólki svona, bara athygli, óskerta athygli, shows them respect, sýnir virðingu, encourages them, sýnir hvatningu, helps them to feel safe, hjálpar þeim að svona finnast þau vera örugg help them to feel valued and precious, og verðug and help them to feel supported and helped. og styður aðra. So what does the opposite of love look like? Og hver það andstæðan við kærleika? Hvernig lýsir hún sér? It's actually loneliness and disconnection. Það einmannaleiki og vera aftengd. And these things are the opposite to love. When we do the things on this side, it breaks love. Þegar við gerum hlutina sem hérna hægra megin á skjánum, þá veikja þeir samband eða eru andstæð þess að sýna kærleika. So when we hurt people and reject them, abuse them and criticize them, Þannig að þegar við krítiserum, misnotum, höfnum fólki, if we ignore them or shame them or discourage them, ef við hunsum fólk, ef við skömmum eða sýnum drögum úr þeim, if we make them feel afraid or put them down or abandon them, ef við vekjum ótta eða niðurlægjum eða skiljum fólk bara eftir, yfirgefum það, then we break the love. þá erum við að skaða kærleikann. All of these things damage love. Allir þessi hlutir skaða samband, kærleikann. And so it's important to be aware of what is building up a community and what tears down. Þannig að það skiptir máli að sjá hvers konar eiginleikar styrkja samfélag og hvernig hvaða hlutir svona draga úr því. And this is important. Og þetta skiptir miklu máli. You might not be able to see the red one at the top, but it says, when we feel cared for by God and others, Þetta efstæði rauðkassunum segir að þegar við finnum að við, þegar Guð og aðrir bera umhyggju fyrir okkur og við svona finnum það, then the hormones of love and comfort, they're released into our bodies. þá eru hormón í líkamannum sem að breiðast út líkamann. And actually, they help us to care better. Og þessi hormón hjálpa okkur síðan að huga vel að öðrum. They help us to listen to others better, Hjálpa okkur að hlusta, help us to show empathy and kindness to them. sýna samúð og vera vingjarnleg. And then when we care for them, Og svo þegar við erum að hugsa ykkur aðra, the warm love hormones get released in their mind and þegar body, við sýnum öðrum umhyggju, þá fara þessi hormón á stað hjá þeim. and then they can listen to us and understand our emotions and care for us. Og þau geta þá skilið okkur á móti. And then we have this cycle of care where as we care for others, they're more able to care for us. Og þá höfum við þessa hringrás svona umhyggju þar sem að við sýnum hvort öðru umhyggju og það bara svona fer í hringi. But the opposite also happens. En hið gagnstæða getur líka gerst Because if we don't feel cared for, ef við upplifum okkur ekki að enginn sýni okkur umhyggju eða Guð hugsa ekki okkur, stress hormones get released in our bodies and minds. þá vekur það upp streituhormón í líkamannum. They're the ones that make you, fight or flight or flock or freeze, etc. Já, þau setja okkur í svona ástand þar sem við erum bara að reyna svona að lifa af And they're designed to protect you og til þess fallin að svona, við förum í vörn. and not to think about anybody else. Að hugsa ekki aðra, Because you need to take care of yourself if you feel in danger. að því að ef þú upplifir þig í hættu þá þarftu bara að vernda sjálfa þig og hugsa sjálfa þig. And when stress hormones get released into our body and mind, Og þegar streituhormón fara á flakk í líkamannum og huganum, we can't really listen well to other people. þá getum við í raun og veru ekki hlusta vel á aðra We can't show empathy towards them and we don't want to be kind to them either. og við getum ekki sýnt samúð og langar ekki til þess að vera vingjarnleg. And when we behave like that, Og þegar við höfum okkur þannig,
then the other person that we're dealing with will also get stressed. þá hefur það áhrif á viðmælanda okkar að þau upplifa líka streitu. Because we're feeling hurt and unsafe. Af því að við upplifum okkur óörugg. And then when those hormones get released in the other person, they can't listen or be kind and empathic either. Þá hefur þetta áhrif á hinn viðmælandan og hann upplifir sig líka í streitu og kannski hræðslu og ótta. And when people don't care for us, it's harder to imagine that God cares for us too. Og ef við upplifum það ekki, ef við upplifum það ekki öðru fólki, annað fólk hugsa okkur, þá erfitt að ímynda sér það að Guði þykir vænt okkur. And if we're not careful, this distress cycle escalates. Og ef við pössum okkur ekki, þá getur þessi svona hringur eða hringrás stigmagnast. Unless someone stops and says, let me care for you, let's stop this, let's care. Þangað til að einhver stígur inn í og segir, brjótum þetta mynstur upp og ég skal sýna þér umhyggju. Or maybe one person starts to just be kind to the other person. Og einn fer að sýna öðrum kærleika. Or to be grateful to them for things that they might do well. Já, sýnir vingjarnlegur eða sýnir þakklæti. And then maybe a relationship can turn around. Og þá möguleiki á að það verði viðsnúningur í sambandinu. So I'm going to describe these 10 aspects of love. Þannig ég ætla að útskýra þessi 10 hliðar af kærleika. And you'll see the Bible verse down here. Og því hverju atriði fylgir ritningavers. So because of the time, I won't read everything on the screens. Ég les kannski ekki allt sem stendur á skjánum. But these glasses are to remind us to look at everyone with God's loving eyes, right? En þessi gleraugu minna mig á það að líta á hvern og einn með kærleiksríkum augum Guðs. I think we all need a pair of glasses like that. Ég held við þurfum öll að eiga svoleiðis gleraugu. And it's really good when someone just focuses on us. They're not busy thinking about themselves or looking at their phone. They just want to focus on listening. Það skiptir máli og við finnum það þegar fólk veitir okkur óskerta athygli, óskipta og ekki kannski í símanum eða hugsa eitthvað annað eða greinilega ekki að hlusta. Sometimes we just need to listen to the other person's perspective and story. Stundum þurfum við bara að hlusta á það sem aðrir að segja, þeirra sögu, þeirra skoðanir. Just to understand them. Bara til að skilja þau betur. We don't have to argue with them. Stundum þarf ekki að svara eða rífast eða koma með annað sjónarmið. The more we listen to each other and understand each other, the more we learn how to love each other. Því meira sem við hlustum á hvert annað, því betur skiljum við hvernig við getum elska hvert annað. The next one is acceptance. Næsta atriði samþykki. And I have a really big eraser for this, for really big mistakes like this. Ég með risastór strókleður fyrir stór mistök. Because we feel enormously loved when someone accepts us when we've messed up. Því að við upplifum okkur mjög elskuð þegar einhver sáttur við okkur eða viðurkennir okkur þó að við höfum gert einhver stór mistök. And Paul is quite challenging here. Og þetta svolítið ögrandi hjá Páli. He says, accept one another how? Hann segir viðurkennið hvort annað eins og as Christ has accepted you. Eins og Kristur hefur tekið ykkur í sátt. Well, one day I bumped my husband's car. Einu sinni þá klesti ég bíl manns míns. I went to pick the children up from school. Ég fór að sækja krakkana í skólan. And I was reversing the car back into the parking place. Og ég var að bakka í stæði. But somehow, between starting to reverse en einhvern veginn gerst það frá því ég byrjaði að bakka and getting into this parking spot, og þangað til ég komst í bílastæðið, there was this enormous metal skip behind me. Að það var bara einhver stálstöng fyrir aftan mig. I don't know how it got there so fast. Ég veit ekki hvernig þetta allt í einu birtist þarna. But I heard the crunch, that the car had hit the skip. En ég heyrði læti og ég hafði klærst á. Oh, no. Leiðilegt. It was slow, the damage can't be that bad. Það geti ekki hafa verið það slæm skemmd, ég var að keyra svo hægt. The car still goes. Bíllinn virkar ennþá. I felt very silly. Mér fannst þetta rosa heimskulegt og vandræðalegt. But we drove home and I went to my husband and I said,
I have something to tell you. En ég fór heim og sagði við manni minn, ég þarf að segja þér svolítið. I just bumped your car. Ég klasta á bílnum þínum. Fortunately, Bernie had been to something where we learnt about acceptance. En sem betur fyrir hafði maðurinn minn farið á námskeið svona sátt og viðurkenningu And he took a deep breath, og hann bara andaði djúpt and I could see him thinking. og ég sá hann var að hugsa mikið And took another deep breath. og andaði aftur djúpt. Okay, Allt lagi. are you all right? Þetta alveg rétt. Yes, I'm fine. Nei, ég sagði, í lagi með þig? Hann sagði, já, Are the children allt í lagi. okay? Yeah, they're fine. It was just a slow bump. Hann sagði, allt í lagi með þig og börnin? Já, En- þetta var bara lítið. Another deep breath. Dró hann aftur andan. Okay, that's all right then. Þá þetta bara í lagi. Wow, Þetta var, that felt good. mér leiði vel. In that time, Bernie had to think, Á þessu tímapunkti þurfti Bernie að hugsa, what's most important to me, my wife or my car? hvað skiptir meira máli hér, eiginkona mín eða bíllinn? Fortunately, he made the right choice. Og sem betur fer tók hann rétta ákvörðun. And it wasn't much fun for him, Þetta var ekkert skemmtilegt fyrir hann, because he had to drive the car around with a dent in the back. því hann þurfti að keyra beiglaðan bíl. You know what his friends are saying? Look at Bernie. Já, og hann kannski voru vinir hans að He hugsa. bumped into something. Bernie klasti á. And there isn't a sticker for the back of the car that said, my wife did this. Og það var engin límið á bílnum þar sem stóð, nei, kona mín klasti á. And if there had been, that wouldn't have been very accepting. Og það hefði heldur ekkert verið í takt við þetta að setja svoleiðis límið á. So he drove the car with a bump until finally someone went into the back of him and the car was written off. Og svo bara keyrði hann bílinn þangað til að einhver annar klasta á okkur og bílinn skemmdist en alveg. Jesus was amazing at accepting people that had messed up. Jesú var algjör fyrirmynd í þessu, hvernig hann svona viðurkenndi og tók fólk í sátt. And when you see their response, you see how acceptance can transform people. Og þegar við sjáum hver áhrif þess, hvað áhrif hann hafði á annað fólk, þá sjáum við hvað þetta er rosalega svona Think about Yeah. Zacchaeus. magnað. Við hugsum Sakkius til dæmis. Jesus doesn't talk about what he's done. Jesú nefnir það ekki nafn allt sem hann hefur gert rangt. Just, I'm coming to your house. Hann segir, ég bara vil koma í heimsókn til þín. He meets the woman at the well. Og hann mætir konunni við brunnin. He doesn't try and make her go back to her first husband. Hann er ekki að reyna að sannfæra hann að fara aftur til fyrsta mannsins síns. He just simply states the facts. Hann segir bara staðreyndir. He doesn't reject her. He doesn't make any comment. Hann hafnar henn ekki, er ekkert að setja út á hana. And that love transforms that woman. En kærleikur Jesú breytir lífi hennar. Because Jesus accepts us in all our messiness. Because that's what love does. Af því að Jesú svona sýnir, He doesn't tekur want, fólk í sátt þó að það sé syndugt. he doesn't want to leave us in that mess, but he gives us hope that we can be better. Hann vill ekki skilja okkur eftir á þeim synduga stað, hann gefur okkur von að við getum orðið betri. So respect is really important. Þannig að virðing skiptir miklu máli. And this magnifying glass, when I look through it, you're a bit bigger than me. Og þegar ég skoða í gegnum þetta stækkunargler, þá þið öll miklu stærri en ég. And honor is about treating other people, as Paul says, as if they're just a little bit better than us. Og virðing það sína að koma fram við aðra eins og þeir séu aðeins bara mikilvægri en við. Because when we look up to people and lift them up, Því að þegar við lítum upp til annara og svona hefjum þau upp and honor them above ourselves, og virðum þau sem mikilvægri en okkur sjálf, we all get lifted up. þá svona dregur það okkur öll upp á herraplan. When we start to put others down, En we all þegar go við setjum down. aðra niður, að þá dregur það okkur líka niður. So love shows respect to others. Þannig að kærleikur sýnir öðrum virðingu. It doesn't shame them or put them down or embarrass them. Það gerir ekki lítið úr öðrum eða reynir að svona, svona gera þau vandræðilega eða þannig. It lifts them up. Heldur lyftir þeim upp. Just as Jesus treated Peter after he had denied him. Eins og Jesú kom fram við Pétur eftir að hann hafði hafnað honum. He doesn't shame him, he lifts him up. Hann lætur hann ekki skamma sín, heldur lyftir honum upp.
Another way we show love is by helping each other feel safe. So here's a heart-shaped padlock. Önnur leið til að sýna þér kærleika að hjálpa þeim að svona upplifa sig örugg. Þess vegna ég með svona hjartalega hengilás. Because John says perfect love casts out fear. Því að ritningin segir að fullkomin kærleikur varpar burt ótta. Because if there's fear in the relationship, there is not perfect love. If there is Fear Já, is not ef perfect það love. ótti í sambandinu þá ekki fullkomin kærleikur. It means someone is trying to put power over another person. Það ótti því það að einhver að reyna svona yfirgnæfa hinn Or disregard their needs. eða vanrækja þarfir þeirra. So I have visual problems Ég á erfitt með sjón, and I can't drive a car. ég get ekki keyrt bíl, I have double vision. ég sé tvöfalt. So sometimes when my husband is driving, I know he's driving safe, Þannig að stundum þegar við erum að keyra og maðurinn minn er að keyra, þá veit ég að hann að við erum örugg. but my eyes don't see safe. En augu mín skynja það ekki And that used to make me quite anxious, og ég er stundum mjög stressuð and I might shout a bit. og ég geti kannski æft upp í bílnum. But that didn't go down too well. That didn't work so well. Já, það bara var ekki alveg að virka fyrir okkur. I guess that wasn't so respectful. Það var ekki mjög svona, ég var ekki að sýna mikla virðingu með því. So we came up with a solution, Þannig að við fundum lausn and we call it the handbrake. og við kallum það handbremsuna. So that if I feel a bit insecure in the car, Ef ég upplifi mig óörugga í bílnum, I just reach out and I squeeze his knee. þá bara setja ég hendina á hnéð og kreisti hnéð hans. And then he knows, uh-oh, Karen is a bit frightened. Og þá veit hann, ok, kona mín er hrædd í bílnum, Just slow down a little ég bit. skal bara hægja þess á mér. And he's happy to do that for me. Og hann er alveg til í að gera það, hægja hans á sér. I just have to be careful if I drive with other men. Ég þarf bara að fara gætilega yfir í bíl með öðrum mönnum. So, yeah. But it's important to help each other feel safe. En það skiptir máli að aðrir upplifi sig örugga í okkar návist. Because sometimes our fears are not rational. You can't tell a fear you shouldn't feel afraid. En ótti er ekki alltaf rökréttur, það er ekki hægt að segja við hræðslu eða ótta bara nei, þú átt ekki að vera hræddur núna. Because it's your body that is responding, not necessarily your rational thought. Þetta er oft viðbröð líkamanns frekar en einhver rökrétt hugsun. And if a dog bit you when you were a child, Og ef að hundur beitið þegar þú vart barn and suddenly someone has a tiny, weeny little dog like a chihuahua, og einhver byrtist með pínulítinn chihuahua hund, someone might say to you, you don't need to be afraid of a chihuahua. þá geta einhver sagt, þú þarft ekki að vera hræddur við chihuahua hund. And your head knows that, Og þú veist alveg í huganum, but your body says, it's a dog, it has teeth, we're not taking any risks. en líkamann segir þetta er hundur, hann er með tennur og við tökum enga áhættu. So be gentle with each other's fears because they need a lot of comfort to resolve and care. Þannig að fara gætilega með hræðslu annara, að það getur þurft að bara vinna úr ótta. And now we have appreciation, thanking each other. Svo er það þakklæti And Paul tells his friends, I thank God every time I think of you. I'm grateful for you. og Páll segir við vinniði sína, ég þakka Guði hvers skipti sem ég hugsa ykkur. The more often we thank people, the less they will argue with us. Því meira sem við þökkum öðru fólki, því minna munu þau rífast við okkur. And I was reading about one couple. Every time they go to bed, they tell each other one thing they appreciate about each other. Og ég heyrði par sem að sagði við hvort annað, hvers skipti, bara hvert kvöld áður en fara að sofa, bara einn hlut sem voru þakklátt fyrir, varðandi hvort annað. They say thank you for something that happened that day. Bara sína þakklæti, eða tjá þakklæti fyrir eitthvað sem gerðist þann daginn. And they said just by doing that, it's transformed their relationship. Þess að bara með þessum eina hlut, þetta hefur betra bætt samband þeirra. We change people much better when we appreciate what they do well than if we nag them for what they do wrong. Við hjálpum öðru fólki meira með því að og höfum meiri áhrif á annað fólk með því að þakka þeim fyrir það sem þeir gera vel heldur en þegar við nöldrum í þeim
yfir það sem að þau hafa ekki gert nóg vel. So it's much more powerful to spot your child or your spouse or your friend doing something right and saying, yes, that's amazing, than to say, you shouldn't do that, or you've done that again, or you always do this. Hvort sem það er maki eða barn, það er áhrifaríkara að nefna það sem er vel gert. Flott, þetta var vel gert. Frekar en að segja, nei, þú átt ekki að gera þetta og hitt. So these are 2 plastic sapphires to remind us to consider each other as precious. Þetta eru 2 gimsteina til að minna okkur á það að við erum dýrmætt. Oh well, this doesn't matter. So God did this for Jesus when he was baptized. Þetta er það sem Guð gerði við Jesú þegar hann tók skírn. He said, you're my son, I love you, you bring me joy. Hann sagði, þú ert minn elskaði sonur, þú færir mér gleði og hamingju. And Ellen White says, God says that over every one of his children, every one of you. Og Ellen White segir að Guð segir þetta hvert barna sinna, hvert og eitt ykkar. Because you are his son, you are his daughter. Vegna þess að þú ert sonur og dóttir hans. And he loves you. Og hann elskar þig. And you bring him joy. Og þú færir honum gleði. You really do. Í alvöru. And he is very, very pleased with you. Og hann hefur dálæti af þér. You might think you make mistakes. You might think you're not perfect. Og þú getur hugsað, já, ég er ekki fullkomin og ég gerir mistök. But you know God, you love him, you're seeking to follow him. That brings him joy. En það að þú þekkir Guð og þú ert að reyna að fylgja honum, það gleður Guð. I spent a day with my 3-year-old grandson a few years ago. Fyrir nokkrum árum þá eitt ég heilum degi með 3 ára barnabarni mínu. And I thought, I'm going to tell him as often as I can that he's special to me. Og ég sagði, í dag ætla ég bara að segja hann eins oft og ég get hvað hann skiptir mig miklu máli. And show that I valued him. Og mér langar að sýna honum að ég hafi mætur á honum. Leo, I love being with you. Leo, mér finnst svo gaman að vera með þér. I'm so glad you're my grandson. Og ég er svo glöð að þú ert hérna ömmustrákurinn minn. I'm so glad I'm your grandma. Ég er svo glöð að vera amma þín. I like reading your books, I like playing with you. Mér finnst svo gaman að leika við þig, mér finnst svo gaman að lesa með þér. And then about 3 o'clock in the afternoon, Svo klukkan 3 síðdegis, maybe it was because we were making chocolate cake, mögulega vegna þess að vorum að baka súkkulaðiköku, he turned to me and said this, þá snýr hann sér að mér og segir, Grandma, I wish you always lived with us. amma, ég vil óska þess að þú byggir alltaf hjá okkur. And tingle's going through my spine now. A tingle went through my spine because I'd never intended him to respond to that, to my nice words. Já, ég fæ bara gæsahúð þegar ég hugsa þetta út af því ég gerði mér einhver vonur það að hann myndi bregðast við. But after one day of me saying these things to him, he said them to me. En eftir bara einn dag að mér að tjá þetta til hans, þá svaraði hann. And what is even more amazing, that he now has quite severe autism, we now know. Og það sem er merkilegt er að við vitum það núna, hann er með einhverfu á frekar háu stigi. So it was amazing to me that he was able to do that. Þannig að það var ótrúlegt að hann skildi bregðast svona við. And I thought, if a 3-year-old boy with autism can value someone else, then why can't we? Og just ef að 3 ára einhverfu strákur getur með einhvern annan svona mikils, þá hljótu við að geta það líka. Because those words build us up. You are so precious to me. I'm so glad I'm married to you. Svona orð, þú ert svo dýrmætur, ég er svo glöð að ég giftist þér. Þetta byggir okkur upp. It doesn't take much, but they speak volumes. Þetta er ekki erfitt, en það hefur mikil áhrif. And then there's kindness. Og svo er það að vera vingjarnlegur. And this little guy reminds us to be kind, right? Þessi bangsi minnur okkur á það að vera vingjarnleg. He's soft and fluffy and he's got a big heart. Hann er mjúkur og með stórt hjarta. And he also looks at people with love. Og hann horfir á aðra með kærleika. And he probably listens to them as well. Oh well, there you go, you've got one ear, you can listen well with that. So, kindness is being treated with loving care and compassion. Vinskapur það er að vera, það er þegar aðrir bara, já, þegar við erum vingjarnleg. And the more often we do small, kind things for each other, the closer we become. Our love grows stronger.
Og því oftar sem að við gerum eitthvað svona lítið og vingjarlegt, því sterkari verður kærleikurinn og sambandið. It's one of the most powerful ways to strengthen relationships is just do kind things as often as you can. Bara að gera eitthvað vingjarlegt eins og oft og þú getur einn áhrifaríkasta leiðin til þess að byggja upp samband. And we tell young people, when you're looking for a life partner, choose someone who's kind. Og þetta ráðleggingar til ungs fólk sem að leika sér að maka, veldu einhvern sem að vingjarlegur. Maybe even test their kindness. Jafnvel kannski bara prófa aðeins hversu vingjarlegu þau eru. Have a little accident and drop your bags and see how they respond. Já, bara búið til eitthvað smá slys þar sem eitthvað gerist og sjá hvernig þau bregðast við. If they tease you and put you down, go, and walk away. Ef þú missir töskuna og gerir grínaðir eða hlær, þá þetta kannski ekki rétti aðilinn. But if they get down on the floor and get dirty and pick up all your things, that's kindness. En ef þau beygja sig niður og hjálpa þér að tína allt upp, það merki góðan einstakling. And then we have encouragement. Svo það hvatning. And encouragement is encouraging people towards the goals they have for themselves. Hvatning að styðja og hvetja fólk áfram í því að ná markmiðum sínum. So, not the goals you have for them. Ekki markmiðunum sem að þú óskar þér að þau hafi. That might not be encouraging. Það kannski ekki sérlega hvetjandi. But you know, when you feel discouraged, sometimes your heart feels all floppy like this. When you feel discouraged. Já, þegar þú ert niðurdregin, þá kannski finnst þér eins og hjartað þitt sé svona eins og bara tómbladra. So I hope this one will work. And our hearts are floppy, but encouragement means to give heart to. En að hvetja ykkur, það svona að fylla hjartað þeirra, hvetja þau áfram. And someone comes along. Svo kemur ykkur. And they blow their encouragement into your heart. Sem var svona blæs hvatningu í hjartað þitt. And you feel energized. Og þú finnur svona meiri hvatningu og meiri orku. You feel, I can do it. Já, ég get þetta. Because the other person is spurring you on, encouraging you, telling you can do it. Manneskjan hvetur það áfram, segir þér að þú getur gert þetta og þú bara finnur hvernig það svona fleytir þér lengra. I also tell people that this is what these 10 ways to love are really all about. Og það í raun og þetta sem þessi 10 atriði snúast That every day our hearts can be empty, but we go to God and ask Him to fill us with His love. Að hjört okkar eru kannski tóm, en við förum til Guðs og hann fyllir okkur af kærleika. And He pours His love into our heart. Hann bara fyllir okkur af kærleika. And we go and share it with other people. Og svo förum við og deilum honum með until it's floppy again. Þangað til að við erum aftur bara orðin eiginlega tóm. And we take it back to God. Þá förum við aftur til Guðs. And the more we do this, the more love He can pour into our hearts. Og því oftar sem við gerum þetta, því meira sem við æfum okkur í þessu, því meiri kærleika getur Guð sett í hjartað okkar. And our love can grow bigger. Og við eigum þá alltaf meiri og meiri kærleika. So we can pour God's love into the lives of all those around us. Þannig að við getum miðlað þessum kærleika áfram til fólks í kringum okkur. But first we need to receive it in our heart. En grundvallaratriði að móttaka það fyrst í okkar hjarta. And Paul tells the Thessalonians, encourage each other just as you are doing. Og Páll skrifar þetta í fyrsta Þessalónikubréfi, hvetji hvort annað, byggi hvort annað upp eins og þið eruð að gera. And the next one is comfort. Svo það huggun. Comfort is soothing when life is painful and tough. And here's some tissues. Huggun að, fá huggun þegar lífið erfitt eða sársauκafullt. And Paul says when people are sad, be sad with them. Og Páll segir þegar aðrir syrgja eða eru leiðir, when they're happy, syrgi með þeim. When they're happy, be happy with them. Þegar aðrir eru glaðir, gleðist með þeim. Because it's so sad to be sad alone. Af því það svo sorglegt að vera leiður einsamall. Sometimes the most comforting thing we can do is just to be with someone who's sad. Og stundum veitir það bara mesta huggun að vera til staðar og vera með einhverjum sem leiður. And as a therapist, I've often been with people who are very sad. Og sem ráðgjafi þá hef ég oft verið með fólki sem leitt. And I remember one time we just sat there and we just cried together.
Og ég menn, eitt skipti þá bara satt ég og við grétum saman. But there was something deeply comforting in just being sad together, acknowledging the same loss. En það var samt einhver huggun í því, bara að So find out what comforts one another. þannig að reynum að komast að því hvað það sem að veitir öðrum huggun. How do you comfort someone in your family when they've had a hard day? Hvernig getur þú huggað einhvern í fjölskyldu þinni sem hefur átt erfiðan dag? It doesn't have to be a major loss, a death or something. Just the everyday hurts can be comforted too. Það þarf ekki að vera vegna dauðsfalls eða einhvers mikils áfalls, bara svona, erfiði daglegs lífs. I once asked my teenage son, what do I do that really comforts you when you've had a bad day at school? Ég spurði úlingssson minn, hvað það sem að huggar þig eftir erfiðan dag í skólanum? And I thought he would say, oh, Mum, you just give me a big hug, because he was like a huggy teenager. Og hann var svolítið mikið fyrir faðumlaug, þannig ég hugsaði, hann segir bara, mamma þegar gefur mér stórt knús. But he said something else. En hann var með annað svar. He said, Mum, it's when you make me a big mug of hot chocolate. Hann sagði, það þegar þú býrð til svona heitt súkkulaði fyrir mig. And you put squirty cream on it. Og setur sprautur rjóma ofan á. And then chocolate sprinkles. Og svo líka svona súkkulaði spæni ofan á það. And then a chocolate stick, like a flake. Og svo svona súkkulaði rör. And then you give me a chocolate chip cookie with it. Og svo súkkulaði kökum með þessu. Okay, sugar overload. Já, sem sagt, stóran skammt af sykri. But I didn't know that. So when he would come home, sometimes he'd say, I think it's hot chocolate time. En ég vissi þetta ekki, en eftir þetta samtal þá gæti hann komið heim og sagt, ég held And I would know. Ég þarf heitt súkkulaði í dag, þá vissi ég hvað það þýddi. And we also had an old chair in our house that we covered with a blanket. Og svo áttum við svona gamlan stól heima sem að var, við vorum með yfirbreyslu, svona gammal teppi á. And if you sat in that chair and put the blanket around you, we knew you'd had a bad day and you needed some kindness. Og sem ef ykkur settist í stólinn og vafði sig inn í teppi þá þýddi það þau hefði átt erfiðan dag. And we'd say, looks like you had a bad day. What can we do to help you feel better? Og þá gætu við sagt, ég sé að þér líður ekki vel í dag, eitthvað sem við getum gert til þess að hjálpa þér að líða betur. Because when we've had a bad day and someone cares for us, that's love, that's really special. Því að þegar við höfum átt erfiðan dag og ykkur sýnir okkur umhyggju, það rosa sérstætt. And then support, bearing one another's burdens. Svo það stuðningur, að bera byrðar hvers annars. Helping with their tasks, so there's some rubber gloves and a sponge. Að hjálpa þeim með erfiðar, bara hjálpa þeim með verkefni sín. Það geta verið bara gúmmíhanskar og svampur. And Paul tells us to help each other, bear one another's burdens. Páll segir þetta, berið byrðar hvers annars. Don't let anyone struggle with a big job on their own. Come alongside. Ekki láta einhver glíma við erfitt verkefni einn, hjálpum stað. And there's lots of washing up on this heart because that's what most families argue about. Og ég setti hérna leirtau á myndina vegna þess að þetta ágreiningsefni í mörgum fjölskyldum. And it doesn't matter if you have a dishwasher or you do it by hand, there are so many things people argue about. Það skiptir ekki máli hvort það uppþvottavélin eða að þvo í höndunum, það bara hægt að rífast yfir þessu. Who fills it, who empties it, who puts it away, do you rinse it first, who does the drying? Á skóla fyrst, hver þurrkaði, hver gekk frá, hver ætlar að tæma vélina. So do yourselves a favor and don't argue about the washing up. Find a way to do it peacefully. Já, þannig að geri sjálfum ykkur greiða að rífast ekki yfir þessu, finnið þið bara laust sem hentar eitthvað fjölskyldu. So when you love someone or you're in a close friendship with them, anticipate when they might need help and be willing to offer help with their difficult tasks. Þannig að þegar þú ert í sambandi við einhvern, reynda að sjá það fyrir þegar manneskjan þarf að aðstoða að halda, að vera tilbúin og reiðbúin að hjálpa. So I ask my husband and he asks me, what can I do to help you this week? Þannig að ég get sagt við manni minn, hvað get ég gert til þess að hjálpa þér í þessari viku? So we know what they need and we can prepare to do that. Þannig að bara við vitum fyrirfram hvaða sem að, við höfum réttar væntingar, hvernig við getum hjálpa til. All of these things build healthy relationships. Öll þessi atriði stuðla að heilbrigðu sambandi.
They're as important to our relational health as vitamins and water and sunlight and sleep are for our physical health. Þessi atriði jafn mikilvæg fyrir andlega heilsu okkar og sambönd eins og sólarljós, steinefni og vítamín og næring eru fyrir okkar líkamlega heilsu. And most of us have 2 or 3 of these we like the most. Og öll okkar eiga kannski 2 eða 3 uppáhaldsatriði. And sometimes, I found if I got a bit grumpy, it was because one of these needs wasn't being met. En ég fann það hjá sjálfur mér að stundum ef ég var kannski ekki í góðu skapi, þá var það vegna þess að ein af þessum þörfum var ekki mætt. And sometimes I couldn't even work out what it was that I needed. Og ég vissi ekki einu sinni alltaf hvað það var sem að ég þurfti. And if I don't know, how can Bernie guess? Og ef ég veit ekki einu sinni sjálf hvernig eigi maður minn að giska á það sem að mig vantar. But Bernie now knows one of my greatest needs is support. En núna veit maður minn, Bernie, að það sem ég þarf oftast mest að halda stuðningur. And it doesn't mean I need a lot of help. Þarf ekkert mikla hjálp. It just means when he does little things now and then, and I see that, I really appreciate it. Ég bara finn það að þegar hann gerir eitthvað svona lítið til að styðja mig hér og þar, þá bara met ég það mikils. So in healthy relationships, Í heilbrigðum samböndum, we need to meet each other's needs and let other people meet ours. It's a two-way thing. þá þurfum við að mæta þörfum annara og þau að svona uppfylla okkar þarfir. And that's also part of a community as well as being a family. Og þetta í fjölskyldunni, þetta líka í svona stærra samfélagi. One church learned about this, Það var ein kirkja sem að lærði þetta. and they were all thinking, what's our most important relational need? Og hugsaði, hvað það sem við þurfum mest af þessu í okkar kirkju? And a quiet little old lady eventually said, I think I need a hug. Og þá var gömul kona sem sagði, ég held ég þurfi bara knús. No one's hugged me for 20 years since my husband died. Það var enginn faðmað mig í 20 ár síðan að maðurinn minn lést. What do you think the loving church did? Hvað haldið þið að kirkjan hafi gert? They all gave her a big hug, and she smiled and smiled. Það faðmaði hann allir og hún brosti. And the next time she came to church, they all gave her a big hug. Og í næsta skipti sem hún kom í kirkju, þá var And then tekja mótið henni með faðmlagi. And then she began to look out for who might need a hug that she could give to them. Og þá fór hún að fylgjast með öðrum hver geti þurft á faðmlagi halda. And this little quiet old lady became the heart and soul of the community. Og þessi gamla kona sem hafði verið svolítið til hlýðar varði eiginlega svona miðpunktur þessa samfélags. So, just before I get to the end, there are 3 danger signs. En það eru svona nokkur viðvörunarmerki. We can be self-centered. Við getum verið svona mjög hugsað of mikið okkur sjálf, svona mjög sjálfhverf. You've got to meet my needs, but I'm too busy, I'm too important to do anything to help you. Þetta það sem ég vantar, þú að hugsa mig, en ég hef of mikið að gera til þess að hugsa aðra. Or, I don't need any of that stuff, I can stand on my own 2 feet. Eða að treysta of mikið að sjálfum að segja, ég þarf ekki á öðrum að halda, ég get bara séð þetta sjálf. I would really like these things, but I'm just, I'm not worth it. So if you try to be nice to me, I'm just going to feel guilty. Eða já, þetta hljómar allt rosalega vel, en það er svo mikið að mér, já, þetta ekki skilið og ef þú reynir að sýna mér eitthvað umhyggju, þá það bara óþægilegt fyrir mig. But God has made us to have relationships where we're giving and receiving in mutual community. En Guð hefur hannað sambönd þannig að við gefum af okkur og við tökum við. And as I close, I'm just going to tell you a story Og mér langar að segja ykkur eina sögu í lokin that brings all this together. sem að dreifir þetta allt saman. The prodigal son started off being self-centered. Það soninn sem var mjög sjálfhverfur fyrst. I want it my way, I want this. I don't care about the rest of you. Mér alveg sama alla aðra, ég vil bara hafa þetta svona. And then he went off on his own and says, I'm independent. Og svo fór hann, fór sjálfur og sagði, ég stend á eigin fótum. I can manage everything on my own. Ég get séð allt sjálfur. And then he becomes poor. Og verður síðan fátækur. And he's feeding the pigs. Og að gefa svínunum. He's like, I'm such a terrible son. Og ég svo hræðilegur sonur. I'm not even worthy to go home and be a servant in my father's house. Ég ekki einu sinni verður þess að fara aftur heim og vera þjónn í húsi föður míns. I don't deserve anything now. Ég á ekkert gott skilið.
But there was nowhere else left to go. En hann hafði bara engan annan stað að fara á. And he remembers how much his father loved him. Og þá myndi hann hvað faðir hans elskaði hann mikið. And what a good and loving employee he is for all of his servants. Og hvað hann góður svona húsbóndi og góður herra yfir þjónum sínum. And so he says, I may as well go there. Hann sagði að ég get þá kannski bara farið heim. And it's amazing how the father met him. Og það magnað hvernig faðir hans tók á móti honum. Because the father was looking for him a long time before he came home. His attention was on him. Af því að athygli föðurins var á syninum og hann var að bíða eftir honum. And as soon as he sees him, he runs towards him with a smile and his arms open. You are accepted. Og leið og hann sér hann, þá hleypur hann á móti honum og segir, þú ert viðurkennir hann. And when he meets him, he gives him a big affectionate hug that comforts him and gives him hope and encouragement. Og hann faðmar hann og hvetur hann áfram. And he doesn't put him down and belittle him Hann and shame skammar him. hann ekki, niðurlægir hann ekki. I'm just glad you're home. Svo ég bara glaður að þú komst heim. Let's have a party. Við skulum halda veislu. You're special to me. Þú skiptir mér máli. I appreciate you. Ég met þig mikils. You have security in this household forever. Hér ertu öruggur. And that's what our loving Father does for us. Og þetta það sem himneskur faðir okkar gerir fyrir okkur. He pours his love into every possible space in our hearts so there is nothing that gets in the way of our relationship with him. Hann fyllir hjarta okkar af kærleika svo að það sé ekkert sem að getur aðskilað okkur frá honum. And then he says, go and do likewise. Og svo segir hann, farið og gerið eins við aðra. All the ways that you have experienced my love, go and share them with others. Á allan þann hátt sem þú hefur upplifað kærleik minn, Because I need sýndu það til annarra. each one of you to show this world the loving character of God. Ég vil að hvert eitt okkar geti sýnt heiminum kærleika Guðs. This is the most important mission for us, Þetta okkar mikilvægasta verkefni. to show people how much God loves them. Að sýna öðrum hversu mikið Guð elskar þá. So how is this seminar useful? Þannig að hvernig getur þetta gagnast okkur? We can Þessi fyrirlestur. recognize our own needs, stop and think, what is it that I need so I can tell someone else if I need to? Við getum staldra við og hugsa hverjar okkar þarfir, þannig að ef ég spurður þá get ég svarað. When people talk to you, think about what's the need underneath what they're saying. Þegar aðrir tala við þig, reynda að greina hvað það sem að þessi manneskja þarfnast. I've had a bad day. Okay, they may need some encouragement, some appreciation, some comfort, a Þurfa hug. þau huggun eða hvatningu eða aðstoð. You can be detectives to find out what is it they most need and ask them if you're not sure. Í samskipti við aðra getum við reynt að greina þarfir annara og hreinlega spurt ef að við. But every time we do William. one of these things for someone else, we are showing God's love and building relationship and community. Með svona samskiptum þá við að byggja aðra upp og styrkja sambönd. So I wonder what you've learnt this morning. Þannig ég velti því fyrir mér hvað þið hafi lært í dag. I wonder what 3 things you will do this week to strengthen different relationships in your life. Og ég forvitin að vita hvaða 3 atrið þið ætlaði að velja og æfa í þessari viku til að styrkja ykkur í þessu. And now here's a prayer from Philippians. Og hér bæn úr Filippíbrifinu. A prayer that Paul prays for his people, Bæn sem Páll biður yfir fólkinu sínu. that they will understand more about what love means. Að þau megi skilja betur hvað kærleikurinn Let's pray. Við skulum biðja. And this is my prayer, that your love may abound more and more Og þess bið ég að elska ykkar aukist ennþá meir in knowledge and depth of insight, að þekkingu og dómgreind. so that you can discern what is best, Svo að þið geti metið þá hluti rétt, and you will be pure and blameless for the day of Christ. metið þá hluti rétt sem máli skipta og verði hrein og ámælislaus til daga Krists. Filled with the fruit of righteousness Auðuga þeim réttlætis ávexti sem Jesús Kristur kemur til leiðar. that comes to Jesus Christ to the glory and praise of God. Guði til lofs og dýrðar. Amen. Amen. Thank you. Þakka ykkur fyrir. Núna getið rétt aðeins úr ykkur. Það verður matur borinn á borð eftir smástund og svo höldum við áfram með annað áhugavert